Svona, komdu. Mamma, má ég ekki bara koma með þér í vinnuna? Láttu ekki svona, Alexander. Það verður bara gaman að vera í búðinni hjá Rósalind. En hún er svo skrítin. Og ekki með neitt sjónvarp eða tölvu eða neitt. Svo kissir hún líka. Hún Rósalind er ekkert skrítin. Hún er bara svolítið sérvitur. Komdu. Af hverju? Þarftu alltaf að vera að vinna. Nú, til að geta keypt eitthvað fallegt handa þér. Glæta. Frænka mín. Og Alexander, elsku litla krúttibollan mín. Guð, hvað þú hefur stækkað. Veistu kannski ég myndi minnka? Takk, elsku Rósalind mín, fyrir að bjarga mér. Ég reyna að komast fljótt og ég get. Halló? Já, ég er á leiðinni. Býta aðeins, eftir svona 2-3 tíma. Það er aldrei komin eftir 3 tíma. Nei, ég var ekki að tala við þig. Sko, ef ég verð ekki komin eftir 3 tíma, þá er ég alveg á leiðinni. Nei, ég verð komin eftir 20 mínútur. Hún er aldrei á réttum tíma. Engar áhyggjur, dúan mín. Það væsir sko ekkert okkur Alexander. Bless, Núlli minn. Farðu þá bara og komdu aldrei aftur. Alexander, minn látt ekki svona. Ég má bara ekki vera að þessu núna. Þú mátt aldrei vera neinu. Flýttu bara í þessa vinnu þína svo þú elskar út á lífinu saman mér. Alexander. Svona. Stiltu þig nú, gæðingur. Nú skulum við koma inn á lager og þú mátt velja eitthvað smottir í handa mömmu í jólagjöf. Mér langar ekki til að gefa henni neitt. Komdu nú. Hún er ömurleg. Það er komin viðskiptavinur. Bíddu hérna, góurinn, en ekki snerta neitt. Ég kem eftir augnablik. Ok. Vá, drastlið. Það er pottþétt draugar hérna. Aldrei fær maður stundlegan lestrarfrið. Ég sem er bara rétt komin upp í ell í alfræðinni. Ljóshraði. Sá tími sem það tekur ljósið að ferðast frá Varst þú að tala? Auðvitað er ég að tala. Ertu draugaugla? Ungi maður, viltu gjöra svo vel að hafa hægt þig? Ég er hér að reyna að sinni mikilvægum fræðistörfum. Svo fúl. Þetta er engin leikvöllur. Hér er allt fullt af dýrmætu muni sem má ekki snerta og... Er þið venni? Hvað? Láttu það kjört, þetta er Bingo Gröndal, original. Bingo hver? Friðurinn úti. Þetta var Bingo Gröndal. Hvað er þetta barn að gera hérna á lagernum mínum? Talandi köttur. Vá, það var í frábæri jólagjöf handa mömmu. Hva? Já. Ef ég ætlaði að gefa henni eitthvað. Í guðanabænum gefði henni þennan letihauðu jólagjöf. Fegin er ég. Hann heitir Pan. Passaðu þið bara, Ólafía, gamla uglufjés. Annars kem ég og læsi þið í klónum. Ég skelf á beinunum. Þú getur ekki komist hingað upp þó þú nenntir því. Það eru til kettir sem klifur í trjám, en... Dirfistu að bera mig saman við einhverja almúaketti? En þú ert til einski snýtur, Pan. Hvað ert að gera, strákur? Ekki snerta! Þess konar dýr er ófleygur fugl. Hafið í fyrr heyrt annað eins rugl. Hún húkir alla daga yfir bók. Já, þessi ugla er algjört djók. Kettir eru þarfa þing. Þeir verja húsið sitt árið kring. En þessi haugur varla hreyfir sig og leggur sig fram við að pirra mig. Þó við búum hérna saman, þá er það ekki vitund gaman. Við kíkjum allan daginn út og inn. Ástin minn, auminginn, þetta er lagurinn minn. við erum eins og Dagur og nótt, olí og eldur, fjöður og feldur og eilíf
þá skal þú bara flytja út, ekki mun ég stoppa þig Já, af. þetta lagurinn minn. Nær var þú fyndir annað bæli. Leti höfðu. Ái. Leynihólf. Æ, góði. Galdrabók. Galdra? Vá. Ekki. Þetta Bók þar sem einungis nota til góðra verka og aðeins að löggiltum og hæfum galdraaðilum. Galdraaðilum? Vá. aðeins af löggeltum og hæfum. Náðurðu því ekki? Gerðu eitthvað, Pan. Gerðu eitthvað sjálf. Yggiti, siggiti, saggiti, sú, lestu nú áfram ef þorir þú. Nei, þú þorir ekki. Ef bókin lendir í röngum höndum, voðin vís í mörgum löndum, galdraheima og alheimsgeima. Illir vættir þar sveima, ef bjargvættur nú gerst þú og ferðast strax til Rimbúktú, mörgum hættum þarft að mæta, en fjársjóður þó mun þig kæta. Ef þú kemst að leiðarlokum, abrakadabra, hissum hokum. Hvað varð eiginlega af Alexander, Ólafíu og Pan og hvar munu þau dúkka upp? Því fáum við að komast að á morgun í þættinum Allt í rugli í Rimbúktú. Þegar hann finnur galdrabók. Alexander fer með galdraþulu og hann, uglan Ólafía og kötturinn Pan hverfa sporlaust. Hvert hafa þau farið og hvað bíður þeirra þar? Vá, hvað gerðist eiginlega? Hvað gerðist? Galdrar eru ekkert til að leika sér að, drengur minn. Stór hættulegir. Hvað ertu búin að koma okkur í? Hér er kalt og rakt. Ég vil fara heim. Ertu ekki að djóka? Þetta er frábært. Það var líka talað fjársjóð. Ég fer sko ekki heim fyrir ég er búin að finna hann. Það var líka talað hættur í þurrun ef þú manst það ekki. Láttu mig fá bókina, strák, röskand. Hvað er að mér? Nei. Hættið þið þessu, strákar. Ef við ætlum að losna úr þessu klandri verðum við að standa saman. Saminaði stöndum hér, sundraði Gleraugun mín. Þau duttu. Það er allt á hvolfi. Reynum að grípa í trjágreinarnar. Ég þrífst ekki í óstöðugu umhverfi. Ég klifra ekki í trjám. Ég er ekki útiköttur. Þetta er brot á öllum lögmálum. Hún snýst allt. Góðan daginn. Hvaðan komið þið eiginlega? Ég menn hvað eitthvað furðulegt. Við furðulega, en þú? Ó, já, vá, það er alveg rétt hjá þér. Átt þú þessa bók? Já. Gjörðu svo vel. Segðu mér, fröken Risamús. Ég er kengúra. Já, ég vissi það. Nafn? Matthildur. Tré? Það var að... Rölt á stað. Mér líst ekki á þetta. Æ, svona er þetta bara hér í Rimbúktú. Allt í rugli. Er þetta Rimbúktú? Rimbúktú. Landið mitt fagra sem er ekki lengur svipur hjá sjó. Hér í Rimbúktú gerðist sagan sú sem sorglegt er frá að greina. Norna systur börðust völdin hér, ein er
Þetta alveg svakalegt. Segðu mér, hverjir eru nú helstu gallarnir við þetta álaga ástand? Ja. Fyrir utan að maður veit aldrei hverju maður getur átt von á. Já, maður veit til dæmis aldrei hverju maður getur átt von á. Já, hérna, enn eitt gáfnaljósið. Hvað nú? Fer aftur alltaf hvolf? Nei, þetta lagast. Kannski. Ha? Hér er mjög furðuleg síða þar sem hlutir birtast og hverfa. Vá, hvað er erfitt að lesa þetta. Allt í rugli í Rimbuktu. Aha, það er hér. Ó nei, vinur minn, komdu með þetta. Það er komið tími til að einhver með viti taki við stjórninni hér. Undarlegt. Þetta er bara eitthvað óskilinlegt sull af táknum. Ég þurfti kannski að fá mig gleraugu. Svona má ég sjá. Þarftu ekki bara að læra að lesa, Pan minn? Ha? Hvað? Getið ekki lesið þetta? Veitu hvað? Ég held að ég sé svo einu sem getur notað bókina. Já, þú fórst með galdraþuluna. Jesús minn, örlög okkar er í höndum þessa horgemlings. Loksins hef ég fundið galdrabókina sem ég þráði að eignast. Flórína gamla herfa, nú næ ég mig niður á þér í eitt skipti fyrir öll. Ég Brannhildur Blott, drottnari allra heima og geima. Hvað er upp og hvað er niður? Hvað er gott og hvað er miður? Til að snúa öllu rugli við þarf að grípa í handfangið. Hvaða handfang? Þetta er eitthvað svona gáta. Alveg bara ráðgáta. Þetta er bara alveg hræðilegt. Við erum lent í einhver staðar og komumst örugglega aldrei heim fyrir jól. Það er svo fínt að losna í skólan í desember. En ég vil komast heim fyrir jól. Ég er svangur. Ég vil bara hangikjöt og... Hver er þessi jól sem þú þarft að komast heim fyrir? Það er ekki einu sinni jól hérna. Hvað, veistu ekki hvað jól eru? Jól, hátíð sem haldin er árlega til að minnast fæðingu frelsarans. Jól, væna mín, snúast það að belgja sig út af salgeti og kjötmeti kökum og... Sko, ef við ætlum að komast aftur heim, eða bara eitt eða neitt, þá held ég að við verðum að finna þetta handfang sem Þulan talaði um. Tekst Alexander, Ólafíu og Pan að komast heim fyrir jól. Tekst vondu norninni að finna þau og ná galdrabókinni. Fylgist áfram með ævintýrum félagana á morgun í þættinum Leitin að gilda handfanginu. Alexander fór með galdraþulu upp úr galdrabók sem hann fann í antíkbúð Rósalindar frænku. Við það þeyttist hann, uglan Ólafía og kötturinn Pan til landsins Rimbuktu, þar sem allt var í rugli. Þar kynntust þau hrakfallakengúrunni Matthildi og komust að því að ill norn, Brannhildur Blott, hefur lagt álög á allan galdraheim. Brannhildur veit nú að Alexander er með bókina og hefur strax eftirför. Það handfang ætli sé átt við í galdraþulunni. Til að snúa öllu við þarf að grípa í handfangið. Handföng geta verið ýmiss konar, áhurðum, könnum, töskum. Veistu, akkurat núna hef ég bara engan áhuga á handföngum nema ef þau eru á rjómakönnum. Ég er komin með svo skelfilega hungurverki. Er matur það eina sem þú getur hugsað á þvílíkri ögurstundi húðlati nautnasekkurinn? Matthildur, hvað er þetta að fá mat hérna? Ég var alveg til í svona 1-2 hamborgara. Hamborgara? Orga þeir?
þegar maður getur það? Nei, auðvitað ekki. Hamborgarar, skífulaga hakkborgarar, oftast á nautakjöti. Hreinasta rustfæði, en ef hægt var að fá músapati á rúbrauði. Í bara! Ég er hrædd að ekkert af þessu sé á matsælinu, vinnu mínir. Þið eru svo miklir hamborgarar. Ég meina heimsborgarar. En ég hlýta að luma á einhverju ægilugu hérna á mótanum mínum. Sko bara, kálblað. Já, kannski svolítið ormjötið. Já, 2 safaríkir túnfíblar. Ágæta kengúra, Matthildur, má ég benda þér á að við erum ekki grænmetisætur? Og ég bara helst óholla mat. Já, það er nú ekkert til að státa sig að, drengur minn. Ekki borðið við borðdúka. Hvað í óskopunum er nú þetta? Kótilettur? Já. Ég borða kótilettur. Já, það líka. Keks. Nei, takk, nei. Brauð. Nei, takk. Takk. Já, þetta er ekki best að smakka þetta er allt óætt! Betur get ég nú ekki búið. Ég get ekki hægt að hugsa smákökurnar hennar Rósalindar. Þær eru svo undursamlega dásamlegar. Alveg klikkar. Áttu þá við geðsturlaðar? Ég myndi segja meira svona geðfatlaðar. Loftkökur, sírósbrauð og kókos, straumar í pottunum alla daga, kraumar, frómar, sultutauk Og röndóttur sokkur. Nei. Hvað er villist það? Hún Rósalind er heimsins besti kokkur. Hangikjöt, uppstúf og grænar baunir, tilhugsunin eykur á okkar raunir, jólaöl, laufabrauð Og búntaðar fléttum. húsið allt ilmar af dýrðarréttum, rjóma í sískers og jarðar, engin svangur frá þessu veisluborði þér. Þó væri gott að eiga eitthvað snakk, makkið og stóla og vetur takk. Hætti þið! Þú var líka að hlusta á þetta. Þér væri nær að syngja með okkur, Alexander. Í stað þess að vera með þessa ólund, það er margsannað að hressilegu söngur slæra hungur. Ég er alveg pakksött. Takk fyrir mig. Ég tek eftir því að drengurinn er tregur til söngs. Reyndar, er hann heldur tregur yfirleitt ef þið spyrjið mig? Ég syng ekki. Það er bæði ógeðslega asnalegt og ógeðslega leiðilegt. Svo höfum við líka mikilvægir hluti að hugsa núna. Eins og að finna þetta blessaða handfang. Heyrðu, Matthildur, Já. manst þú eftir einhverju handfangi? Já, ég man það ekki. Ég er svo skrambi gleymin með algjör gullfiskaminni. Jú, það er af vísu eitt handfang í dýflissunni í kastalanum handa við Fjöllin 7 sem er vaktað á tvíhöfða slöngu en já, ég veit ekki. Jú, það hljóma mjög líklega. Allavega ef það er vaktað af tvíhöfða slöngu, þá lítur að vera eitthvað rosalega mikilvægt. Ég vil bara koma því að ég er ekki mikið fyrir slöngur og slík kvikindi gefin. Tvíhöfða slanga, það hef ég nú aldrei heyrt um og hef ég nú heyrt séð og lesið æði margt. Já. Geturðu syngt okkur hver þessi kastal er? Ekkert mál, bara nefna það. Ég geng ekki á fjöll. Ég þol ekki slöngur. Vertu þó bara eftir. Þú getur bara hangið hérna áfram í ruglinu og beðið eftir að detta niður eða upp. Sko, það gerist ekkert ef við gerum ekkert. Það gerist ekkert ef við gerum ekkert. Hvaða? Jú, það sem gerist er að loppurnar mínar verða sárar. Æ, svona greið. Komdu bara í póka minn. Fílan! Hvað í óskupunum geymirðu hérna? Ég held mér líki betur hérna uppi.
komin. Hvernig í ósköpunum eigum við að komast inn? Nú inn hurðina auðvitað. Hver er þessi tvíhöfða slanga? Tekst Alexandra að finna handfangið og laga ástandið í Rimbuktu, komast þau aftur heim. Fylgist áfram með ævintýrum félagana á morgun í þættinum Tvíhöfða slangan. Alexander fór með galdraþulu upp úr galdrabók sem hann fann og þeytti sér, uglunni Ólafíu og kettinum Pan yfir í galdraheiminn Rimbuktu. Þar berjast galdrasystur tvær völdin. Og til þess að komast heim fyrir jól þarf Alexander að aflétta álögum sem sú vonda hefur lagt á og leysa þá góðu úr haldi. Fyrsta þrautin er að finna handfang nokkuð sem er vaktað af tvíhöfða slöngu. Ég held að sé best að ég bíði bara hérna. Ég sko til að halda vörð. Þetta er stórkostleg hugmynd. Betra er að húka í daunillum poka en enda í kjaftinum á tvíhöfða slöngu. Já, Ok, bíðið þá bara hræðslupúkarnir ykkar. Það er ekkert víst að þið komist aftur heim ef þið standið ekki með mér. Drengurinn hefur víst rétt fyrir sér aldrei slíku vant. Þetta alveg viss. Ói þá. Ég er viss að ég heyrði einhvern skell. Ég veit nú hjá hvaða plánetu þú býrð þeirra. Þú að þeirri Svenn og þú. Ég ætla bara að kanna þetta nánar. Ég ætla ekki að fara neitt. Þú bara Svo er nú ekki margra kosta vöðin. Langar þínu ég fenn. Tvíhöfða slanga. Þetta hélt ég nú ég myndi aldrei sjá. Tvíhöfða slanga. Handfangið! Farið það í Kolmúru. Hvað eru þið að gera hérna? Hvað erum við að gera hér? Sjá til við. Það sem hún reyna að segja er að við þurfum aðeins að fá taka í þetta handfangarn á veggnum. Sá dónaskaftið. Þið haldið að þið getið vaðið hingað inn á skítunum skónum. Og tekið í gyllta handfangið. Við höfum skýrari fyrirskipanir frá Brandhildi Blott. Að krefja handfang sem svo mikið sem reynir að komast að handfanginu. Nei, hún sagði að við ættum að henda þeim í dýflissuna. Nei, hún sagði að við ættum fyrst að krefja þá og síðan henda þeim í dýflissuna. Ég man það svo skýrt og greinilega að það voru fyrst dýflissan og svo krefja. Ó nei, það var ekki það. Ég hef enga löngun til að eyða síðustu ævidögunum í daunillri dýflissu og verða kramin. Eigum ekki bara drífa okkur heim tilbaka? Drífa okkur hvert, aulaborður þinn. En það var einmitt fröken Brandhildi Blott sem sendi okkur til að líta á handfangið, sko. Til að vera vissum að það sé í lagi. Já, við vinnum nefnilega í viðhaldsdeildinni. Nú, haldið þið að ég sé fætt í gæra? Já. Hvaða ylviðana myndi senda strákpatta, kengúru, uglu og skítrættan kött? Ég er ekki köttur. Viðhaldsvenn. Sleptu handfanginu!